Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að ljúka þættinum á, við getum kannski sagt, mjúku máli, umræðu tilfinningar. Þið eru kannski eins og ég, hvað það varðar að stundum þegar maður hefur ekki neitt að gera, þá skrolla maður yfir efni sem maður finnur á Facebook og ég á ansi marga vini, þannig að oft fæ ég að sjá hvað ólíkur vinahópur minn er að hugsa og bralla og það var hérna helgina, þá var ég eitthvað að skoða á Facebook og sá þá að kona sem er af erlendu bergi brotin en hefur búið hér lengi á Íslandi og var að skrifa heimþrá og við að lesa skrifunar þá var mér hugsað til þess þegar ég bjó sjálfur í útlöndum og þegar ég var með heimþrá og ég fór að hugsa hvað oft er erfitt fyrir Íslending að búa ekki á Íslandi. Við höfum margar sögur af því að fólk kannski efnalega og öryggislega höfum val að búa einhvers staðar út í heimi í einhverju dæmis hagkerfi sem er ekki svona skopparabolta hagkerfi eins og hér. Við getum verið stödd í einhverju landi þar sem er ekki verðtrygging og ekki þessir brjálæðislegu vextir og ekki ónýtur fasteignamarkaður en það er eitthvað við tilfinninguna að vera hérna sem að leiði til þess að flest okkar skilum okkur aftur heim og hvernig ætla það sé að vera með heimþrá en vera ekki endilega í aðstöðu til þess að skila sér aftur heim. Til að ræða þetta er komin hingað kona sem að heitir Jasmína, getur þú hjálpað mér með eftirnafnið þitt? Vajzović. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú hefur áður komið til mín og við höfum rætt pólitík og svona, þú varst virki á Viðreisn. Já. Og það er bara mjög gaman alltaf að hitta þig og gaman að lesa þig vegna þess að þú ert greinilega með mikinn áhuga á þjóðmálum og stundum leyfir okkur að stundum opnar hjartað þitt fyrir okkur eins og þú gerðir með þessari færslu heimþrána sem að ég veitnaði til í inngangi og mér varst falleg og umhugsunarverð og fekk mig til þess að hugsa sjálfa mig og þá er alltaf einhver galdur sem gerist. Þú sagðir síðustu daga hef ég hugsað mikið og spurt mig hvers þarfnast ég núna. Þessa spurningu lærði ég að spyrja sjálfa mig hjá sálfræðingi mínum og ráðgjaf í Stígamótum. Ekki bara einu sinni heldur reglulega því þannig hlúi maður að sér. Þetta fannst mér mjög fallegt orðalag. Og svo segir og nú þegar áföldinni aftur yfir okkur og nei, ég ætla ekki að ræða þau. Þá kemur svarið við spurningunni fyrir eitthvað skýrt. Þú heldur að þú þurfir að fara heim. Já. Hvað þú ætlar ekki að ræða hvað þú átt við, en segðu mér aðeins meira svona hvað er að brjótast í þér og hvað er að vera ekki innfæddur Íslendingur á Íslandi. Já. Ég skrifaði þetta eins og ég segi, þegar maður ég er ekkert rosalega dugleg í raun og veru fyrir ári síðan vissi ég ekkert hvað þýddi í raun og veru að hlúa sér. Þannig ég þurfti svolítið fara inn á við að því ég er manneskja náttúrulega sem er bara búið að ganga í gegnum ýmislegt og alltaf gera þetta bara á hörkunni og Þú lenti sem barn í stríðinu í Bosníu. Akkurat. Og ég þannig ég hugsaði bara ekkert endilega hvað þarf ég að gera til að hlúa að mér og ég hélt að hlúa að sér í raun og veru vissi ekki hvað það þýddi almennilega að hlúa að sér er það að fara heim og setja sængina yfir sig og leggja sig eða hvað þýðir í raun og veru að hlúa að sér og ég þurfti virkilega að læra það og það tók mig mjög langan tíma og til þess að útskýra fyrir mér þá var notuð spurningi hvað þarfnast ég núna. Já. Og þá skildi ég þetta betur, hvað þarfnast ég núna og á laugardagskvöldi því ég fór að þetta svona hugleiðingar hjá mér einmitt því ég er að fara að sofa og kannski hugsa eitthvað og get ekki sofna almennilega. Og þarna datt mér að spyrja mig þessar spurningar hvað þarfnast ég og sérstaklega þegar koma einhvern svona áföll og þegar koma einhvern svona erfiðir tímar þá fer maður að hugsa
allan núna, hvað heldur að mér myndi líða betur við, hvað þarfnast ég núna og þá komið við þetta. Það væri best að ég væri í mínu heimalandi og þú veist, með mömmu og drekka kaffi á svölum, hlusta á fuglana syngja, heyra í kirkjubjöllum eins og ég lýsti þessu og eitthvað svona, það bara þessi tilfinning fyrir æsku árun. Þar sem manni líður vel, ekki endilega, þú veist, eins og hlutirnir kannski eru í dag eða eitthvað svoleiðis, heldur maður sækir í þessa tilfinningu þegar, þú veist, þegar maður var áhyggjulaus og þegar maður gat labbað og heyrt þetta og ekki hugsa neitt eða fara bara núna eins og ég sagði bara líka, fara til mömmu og láta hana bara gefa þeim mat sem mér finnst gott að borða eða að þurfa bara að spjalla við hann og heyra bara hennar rödd og bara svona, þú veist, bara þessar hluti sem eru svo mörgum svo sjálfsagðir. Þú veist, margir náttúrulega í Íslandi sem betur fyrir eiga foreldra, ekki allir en rosalega margir og geta bara leitað í sitt stuðningsnet. Fjölskylda mín náttúrulega öll allan heim. Þannig það líka það að það hefur rofnað þessi samskipti. Þannig maður vill einhvern veginn fara tilbaka og fá þetta allt saman. Og þá hugsa maður bara lykt, þú veist, úti eða lykt af maltnum hennar mömmu eða konuna sem í búðinni sem segir alltaf hæ og maður hefur alltaf alist upp að þegar fólk vill líka, það svona öðruvísi menning og svo þessi samskipti líka sem ég finnst stundum geta verið flókin og þau eru mjög flókin fyrir allan að ég búið að greina mjög vel hjá mér, þau eru flókin vegna þess að menningaheimar eru öðruvísi og sérstaklega í samskiptum. Við í Bosníu-Hercegovinu eigum mjög hreinskipt samskipti. Þú veist, ég get alveg sagt við þig, herðu, í dag þú ekki búið að standa þig vel í vinnunni og það þetta og ég gef þér viku til að laga þetta og svo eftir viku ef þetta lagast ekki eða mánuð hvað sem þá verðum við að taka næst skref. Á Íslandi þetta ekki svona beint samtal. Þú þarf til að giska og vera rosalega fær að lesa milli línana. Þetta mjög góð punktur. Vegna þess að þér verður aldrei sagt þú stendur ekki vel. Ekki nú orðið, en þetta var öðruvísi í fortíð minni. En þetta þarna komin ný stefna. Akkurat og það meira svona pakka inn þú veist hlutunum og svona að meðan eru svona hreins samskipti og þú veist og það ef fólk ósagt þá kemur það til þín og segir bara þú ert bara búið að ganga of langt núna og þetta gengur ekki hafa þetta svona. Á Íslandi þetta veistu hvað þú hefur fólkið. Á Íslandi þetta allt svona einhvern veginn og þetta getur verið líka rosalega flókið að lesa í þessi samskipti og stundu verður maður bara svo þreyttur. Orku lítil. Akkurat, það kostar orku. Akkurat, og það það sem ég að segja, þú veist, það einmitt þetta. Og ég á laugardagskvöldi einmitt hugsaði þetta. Þegar þú ert svona orku lítil og búin að eiga erfiða tíma og þú þarft kraft og svona, þú veist, hvernig getur spara orku og þá hugsa maður, ef ég væri úti núna, þú veist, þá gat ég alveg sagt bara, veistu þetta bara gengur ekkert svona, þú veist, bara afgreiða þetta bara á 2 mínútum í staðinu fyrir mörgum tölvupóstum eða mörgum samtölum og svona, en samt miðar þér ekkert áfram, skilurðu, eða eitthvað, en nú ég að taka bara eitthvað svona dæmi til lofti, sko, en það allt þetta sem ég svona stundum hugsa bara, nú ég með heimþrá að því ég vil hafa þessa hluti hér, en þeir eru ekki hér. Og hjá mér ekkert valkostur að snúa heim aðalega vegna þess óstórleiki rosalega mikið við erum það frið út í Bosníu, það gaman að fara í frí en óstórleiki snýst bara þú getur kannski lifa hægara lífi en atvinnum möguleikarnir eru litlir ég bý á svæði þar sem hvað maður segir
þar sem Bosníu Serbar eiga, það sem heitir serbneska lýðveldi. Það er litli möguleika fyrir mig sem Bosníu múslimi ennþá kannski finna vinnu að því þetta er allt í svona, hvað maður segir, útluta kvóta, fjölda prósentar. Þú ert múslimi? Já. Og allt þetta, þú veist, þannig það er það ekki, svo er annað óstöðuleiki, pólitísku óstöðuleiki, það er alltaf einhver togstreita á milli þessa þjóða. Það er að segja vegna þess að pólitísk strúktúr, hvernig uppbyggingin á kerfinu er, hann er mjög flókin og þetta er allt bundi í kvóta, svona mörg prósent með að gera þetta eða að því þú ert Bosníu múslim eða Bosníak og Bosníu serbi og Bosníu króati. Þú veist, þá ert þú veist, samkvæmt þeim fjölda sem býr á hverju svæði, áttu rétt á þess. Þetta er mjög flókið. Þannig ég hugsa með mér, þetta er ekkit kannski valkostur og svo náttúrulega fjárhagslega hvað maður segir, stöðleiki er ekki. Já, ég gæti örugglega haft mjög gott það er að segja ef ég væri að vinna á Íslandi og fá tekjurnar hérðan út, það hefði verið örugglega mjög gott að búa þarna. Miklu hærri tekjur hér en miklu dýrar að lifa hér? Já, akkurat, og miklu ódýrar að lifa þar úti og tala ekkert fólk sem á íbúð eins og við eigum foreldrarnir og mínir eru svo gjaldmildir að þau hugsa fyrir börnunum sínum. Ég veit ekki af hverju, en það er bara þessi stefna og ég býð svo vel við að við eigum íbúð þar sem foreldrar minni keyptu. Þannig þau eru íbúð niðri og við erum íbúð uppi og þetta er í sömu blokk og ég ólst upp og allt þetta. Þannig þetta er Já, og svo stundum með mig til að tala þú veist, svona viðhorfið. Þú veist, foreldrarnir okkar eða menningin úti, foreldrarnir oft svo fornfúsir fyrir börnin sín. Finnst það að vera síður hér? Hér eru svona, fólk hér kannski endilega að hugsa, já, því ég er alltaf degja, þá þú veist, ég ætla að tryggja sonu mín á hús, að dóttir mín á hús og barnabörn, þú veist, úti eins og mamma er að hugsa þetta, að hún skilur eftir bæði íbúð fyrir mig og svo íbúð fyrir bróður minn. Og ef hún hefði átt 3 börn í viðbót, þá hefði hún hugsað alveg eins. Kannski meiri einstaklingshyggja hér en meiri fjölskylduhyggja í þínu landi. Það er alveg klárlega, það er meira, já, mjög mikið að fólk er mjög mikið saman, fjölskyldur er mjög mikið samheldnar. Já, það er eitthvað sem okkur skortir svolítið hér. Já, og þú veist, ég oft hissa til dæmis þessi hlýja að hugsa foreldrana, það er svona byrði oft tala það að það þarf að sinna öldrum foreldrum að verða eins og byrði en úti er þetta svo sjálfsagt. Þetta er svo innbyggt inn í okkur að hjálpa öðrum og vera einhvern veginn og margir ennþá búa saman, tengdaforeldrarnir, börnin og barnabörnin í sama húsi og borða sama kvöldmat, þannig það er öll fjölskylda, ömmur og afar og sínir og dætur og þú veist, þannig þetta er ennþá óbáslega mikið sterkt í okkar þjóðerni. Þannig þegar ég er að hugsa heimþrá þá stundum, mér finnst margt eins og ég sagði einmitt við vinnufélaga mína í hádeginu, ég samsama mig betur við Íslendinga upp á mörg gildi sem ég kann að meta og allt þetta. Sem dæmi? En til dæmis til dæmis þjónustu á Íslandi. Segjum það hjúkrunarfræðingar eða þegar þú hringir einhvers stað. Það er alltaf reynt að finna út úr, það er hægt að vera sveigjanlegur, það er alltaf með brosi, hæ, góðan daginn, hvað séu gott. Út í Bosníu er ekkit endilega þannig. Nei. Þú lendir oft í að fá svona leiðinleg svör og það mun enginn bjóða sig til að leysa úr þessu. Þetta er rosalega fastrammað. Þú veist, það er mjög líklegra að ég fá í íslensku stjórnsýsluna frekar að sveigja, sem er bara mjög skrítið, heldur að einhverju mannesku sem vinnur í pósthúsi út í Bosníu. Skilurðu, að því hér er þjónustulund ábúslega mikið. Það er talað að Íslendingar séu hrókafullir. Ég er algjörlega ósammála því vegna þess
úti rosa mikið stéttaskipting eftir menntun. Já. Og ég alveg forréttindamanneskja að klára og vera talin svona, hvað maður segir, hvernig maður orða þetta, þú veist, fólk horfir upp til mín og ber einhvern veginn og beðin virðingu fyrir því sem ég bæði búið að gera og því sem ég búið að mennta mig. Þetta þýðir að ég sé herri en hinnir, sem ég algjörlega ósammála. Það miklu meira jafningagrundvöllur á Íslandi að það sé tala við alla út frá jafningagrundvölli. Ég ber til dæmis mjög mikla virðingu fyrir því hvað að tala góða íslensku. Já, takk fyrir. Og ég vandi mig rosa mikið og ég fæ mikið hrós fyrir það. Og að því líka þessi fjölbreytni, eða hvað maður segir, orðanotkun mín, orðin eins og ég fikk síðustu viku og vá, þú notar svo fjölbreyta orðaforða, þú veist, man ekki hvað orð ég notaði, en skapandi persónuleiki og þú ert alltaf að leita líka. Ég að leita, ég vill læra og ég tela svona lærdumur að maður hættir aldrei að læra. Þú veist, og það þarf líka að vera svolítið víðsýn en svona opin til þess að meðtaka, eins og til dæmis fyrir innflytjendur að þú veist, það áskorun að koma í nýtt samfélag og það áskorun að læra tungumálið og svona vera hluti af samfélaginu. Og maður verður aldrei alveg hluti af því samfélagi sem maður heimsækir og þótt þú sért áratugi þá ferð ekki alveg 100% þarna inn í kjarnum. Að því þú ert með þessi gildi sem ég með og allt aðra sín og þú einmitt sækir þessa heimþrá og þú óskar að stundum hlutinni væru hér svona líka. Og þess vegna kannski verður ekkit alveg að þegar hlutinni verða ekki, þetta bara viðhorfið mitt. En það ekkit endilega sagt að viðhorfið Íslendinga, þú veist, sé einhvern veginn, jú, það alveg þannig til fólk á Íslandi eins og annars staðar að kannski ekkit samþykja innflytjendur eða eitthvað, þú veist, eru hrædd við þau eða hvað sem veldur því að þau kannski ekkit umgangast og leyfa þeim ekkit einhvern veginn vera hluti samfélaginu. En flesti held ég sé opnari fyrir því að leyfa þeim að vera hluti samfélaginu, en það þýðir ekki líka, þú veist, eins og ég oft sagt og skrifa þetta ekkit einstefna. Þú veist, ég þarf að vera tilbúin einmitt, læra nýgildi, samþykja það að við erum hér á jafningagrundvelli, samþykja það að hér lýðræði, mjög mikið lýðræði, samþykja það að konur vinna ekki heima eða ekki alveg algengt í dag að það sé rosa mikið vinnumarkaði og samþykja alls konar svona, hvað maður segir, gildi að hér haldin jól og ég veit ekki hvað, ég get bent orgla slatta af einhverjum svona gildum að sem, þú veist, hér skorti aga til dæmis, ég mikið fyrir aga. Já, þá hlutur að vera erfitt að búa hér. Já, það getur stundum verið mjög flókið, en það þýðir það ekki að ég get ekki lært inn á þetta og veit þessu tillitssemi. Ég þarf ekki þvinga mínum aga inn á þig. Þú veist, að því þetta einmitt snýst það og ekki frekar en Íslingar þurfa að þvinga eitthvað upp á mig, eins og ég hef alveg sögur að ég skreytti ekki fyrir jólin að því ég ekki búið aðlaga mig nóg mikið fyrir á Íslandi eða eitthvað svoleiðis. Ég fengið þetta var svona sönnsaga og það var ekki kritík á það. Já, en það var ekki það var bara hreinlega því maðurinn minn nennti ekki skreyta og ég var svo lengi að koma þessu upp og eitthvað svona. Er ekki maðurinn fæddur uppalinn hér á Íslandi? Jú, núverandi, þetta var fyrirverandi maður og eitthvað svona, en þá var fólk búin að álykta eitthvað og en eins og ég sagði, þú veist, aðlögun snýst ekki bara það að ég verð, þú veist, hluti samfélagi. Þú þarf líka að hleypa mér inn samfélag. Já. Þannig við bæði berum ábyrgð á því. Alveg rétt. Svo annað sko að bara þótt maður verði 98% góður í erlendu tungumáli, þessi 2% sem vantar upp á að maður geti tjáð sig jafn vel allt sem maður vill segja öðrum á manns eigin móðurmáli
mér eru alltaf fundist það mjög frústrerandi þegar ég bý lengi í útlöndum að ég get aldrei miðlað nema 98% max af því hver ég og það sem ég langar til að segja heiminum það verður aldrei nema í bestafalli 98 kannski er ég bara þannig 70-80 ég vil bara trúa þessi 98 af því að maður vonast til þess að maður sé betri í erlendu tungumálum heldur en maður en þú tengir við þetta líka Jú, ég tengi við þetta en ég tengi þetta líka þú veist að því fólkinu þegar ég að tjá mig þú veist, eins og ég segi, þetta gengur alltaf í báða áttir þú veist, menningarnæmni fyrir hvernig innflytjendur tala þannig þú getur skynjað skilurðu ég skynjaði miklu fyrr hvað Íslendingar meintu með hlutunum áður en ég fór að skilja í raun og veru tungumáli sjálf. Já, þú sást á með látbragðinu. Já, einmitt. Og það er það sem ég finnst oft skortir og frústrerandi kannski því ég að segja eitthvað og fólk sérstaklega eldra fólk sem ekki vant að umgangast innflytjendur. Þeim skortir þetta næmni fyrir tungumálinu og þá stundum við til að fólk misskilur. Og það getur verið einmitt frústrerandi fyrir mig að ég get ekki komið þessu til skila almennilega en líka hinn aðili skulle ekki átta sig á því að þú ert að tala innflytjenda sem mjög líklega ekki 100% á íslensku en það fer að lagast vegna þess að íslensbörn að vera nákvæmlega eins þú veist í framtíðinni að því að setja barninu 13 ára barninu mínu hvað hann ekki góður í íslensku þrátt fyrir að hann talar þú veist við tölum bara íslensku á heimilinu og íslenska bara móðumáli hans fyrsta og þú veist og hann á auðveldur að skilja ensku heldur íslensku orðin. Þannig að við höfum kannski öll eftir að saminast og verða á jafnaðar grunni í Broken Icelandic. Já, ég held, þetta tækifæri líka, en ég hugsa þetta svona bara, þó ég sé rosa mikið íslensku talandi, þú veist, og tala fyrir íslenskunni og tela allir innflytjendur, þú veist, eigalega íslensku og að því þetta svo mikið tækifæri fyrir þau, það að segja koma í veg fyrir að þeir eru misnotaðir af vinnuveitendum eða lenda í einhverjum hremmingum að því þau skilja ekki tungumálið. Þannig tungumáli í raun og veru valdeflandi fyrir þau. Þannig ég tala mjög mikið fyrir því en ég sé það stundum þegar ég að einmitt útskýra að segja og ég lendi ennþá þó ég tali svona góða íslensku þá lendi ég ennþá dænda og fólk misskilur mig og næ ekki alveg það sem ég að segja og Það ennþá þannig með okkur Íslendinga að við rífumstu það innbyrðis, við sem erum fætt hérna, það er eins og merking hlutana skipti ekki alltaf öllu máli. Heldur hvort við getum hangað hvert annað á rangri beygingu, einhverju málfræði, einhverju svoleiðis. Við erum endalaust að eltast við titlingaskít, eitthvað sem skiptir engu máli. En þegar ég hlusta á þig, þá er alveg sama hver málfræðin er. Ég er að hlusta á merkingu orðaðina. Akkurat. Og við eigum að gera þetta þannig. Auðvitað eigum við að gera það, sérstaklega þegar við erum að tala við fólk sem kemur frá öðrum löndum. Akkurat. Og það einmitt þessi, kannski svona pirringur líka, kannski svona í innflytjendum, einmitt þetta, alltaf sett út á svona smámna. Það skiptir engu máli. Nákvæmlega. Kannski það bara til þess að svona lækka því í sess. Ég hef alveg fengið það að ég tala 90% íslensku og og 98? Já, einmitt. 90% íslensku. Ég ennþá velti fyrir mig hvað þetta þýddi en vantarlega þýddi það að þú veist einmitt að gefa mig til kynna að ég sé aðeins lærri heldur viðkomandi. En þetta hefur aldrei truflað mig. Þetta náttúrulega Jú, þú veist, þetta er fólk sem kannski hafa ekkert mikla þekkingu og kannski sumir sem vilja bara ekki skilja. Þeirra vald kannski bundið bara við tungumálið þeirra. Já, og þau kannski vilja halda í það sem þau eru góð í. Og það ekkert mín réttur heldur að gera kannski lítur úr því heldur. Ég frekar
fyrir að reyna að skilja hlutina. En hugsaðu sko, hvað mikilvægt að við eigum samtal, við sem erum fædd á djöfleginu hérna og gestir eins og þú sem ert náttúrulega löngu orðin íslensku ríkisborgari og ert hluti af okkar samfélagi, að sko þegar ég var að telja upp það sem væri vont við að búa á Íslandi og ég eins og svo margir aðrir oft búin að velta því fyrir mér að flytja til útlanda vegna þess að ég þoli ekki efnahagsstefnu Íslendinga, ég þoli ekki þessa vexti, ég þoli ekki húsnæðismarkað en út frá hérna þörfum barnanna minna og svona, ég þoli ekki verðtryggingu, ég skil ekki hvernig við getum verið eina þjóðin ásamt einhverjum Hebreum í Ísrael held ég sem eru með price index og verðtryggingu og það svo margt í hagkerfinu sem ég algjörlega fyrirlít og ég fer að hugsa að hverju fer maður ekki bara til útlanda en svo kemur þú og þú ert til að tala um mig og þú ert að segja mér hvað Ísland samt á mörgum sviðum svo miklu betri staður að búa á í alls konar öryggislegu og efnahagslegu tilliti heldur til dæmis í Bosníu. Þú rættir atvinnumálin. Við gleymum því oft, hér hafa eiginlega allir tækifæri á atvinnu. Það ekki 20% atvinnuleysi hér. Nei. Þú veist, og ég held bara að við myndum fara yfir að við værum, allt Ísland væri með 20% atvinnuleysi. Já. Þú veist, og það líka óstöðuleiki sem veldur því og fullt af ungu fólki frá Bosníu að fara úr Bosníu vegna þess að þau hafa ekki framtíða fyrir sér. Já, og ég skil núna mitt eigið samfélag aðeins betur og sé það í öðru ljósi við að hlusta þig tala um það. Þannig eigum við endurspegla. Þannig eigum við, já. Það akkurat málið og þetta sko ég hef oft sagt málfrelsi á Íslandi til dæmis. Sérstaklega því ég ber saman, við vorum náttúrulega kommunístaríki einu sinni, gömul Júgóslavíu og það ennþá svona ákveðnir leifar af því. Já. Þú veist, hér getur þú tjáðið það sem þér dettur í hug og ég skrifa rosalega mikið. Það ekki sjálfgefið til dæmis, þú veist, í mínu heimalandi. Þú gæti alveg fengið einhvern til að banka heima hjá þér og segja bara... beinast þannig? Já, þetta bara... Á þá vegum ríkisins? Já, bæði og svo getur sagt eða hagaðir einhvern veginn ósæmilega þar sem öðrum aðla finnist þú gerir það, þannig þú veist, þetta ennþá svolítið svona, já, hér getur þú farið til læknis, það rosalega mikið kvarta undan heilbrigðiskerfinu, en hér ferð þú til læknis og þú býður í þinni röð eða kaupir þjónustu af einkaaðilum, þú borgar fyrir hana eða hún niðurgreidd af ríkinu. Í mínu heimalandi, ef þú ætlar að fara til fá góðan læknir, þá þarftu borga undir borðið. Já. Vegna þess að þá ferð þú bara bilist og kemst aldrei að. Það rosa mikið spilling. Það spillingin innbyggð í þjónustu. Já, ef þú ætla að klára eða fá inngöngu í háskóla og jafnvel að fá háskólapróf, þú getur alveg borga fyrir það og keypt þér bara háskólapróf. Það hreinlega það. Það hreinlega þannig. Og það þannig í mörgum löndum þarna í kring? Í Balkanska? Já, það rosa mikið spilling í mjög mörgum löndum og það mikið tala um þetta bæði í sjónvarpi, útvarpi og þú veist og þetta bara að reyna að uppræta þetta að einhverjum með einhverjum móti en þetta ennþá til staðar. Skilurðu hér til dæmis þú sækir vegabréf, þú fær það bara daginn eftir, þarna sækir vegabréf, býður einhver mánuð, en þú getur borgað einhverjum til að flýta fyrir. Og kannski færðu ekki vegabréfið á grundvelli pólitískra skoðana gæti alveg verið, ég gæti alveg trúið. Ef þú búin að vera róttæk og Já, alveg klárlega. Og alls konar svona, þannig við búum í mjög örgu landi þú veist hér og ég kann að meta það rosalega ég kannski forréttinda pesi og ég segi það ekki bara í dag við erum það meira og meina við sem búum og bara, nákvæmlega og það þú veist, við erum að tala um fátækt, við erum að tala um hitt og þetta sko ég get ekki, ég horfi stundum hvað maður segir, svona heimildarþætti sem eru mínu heimalandi. Þú veist, við erum að tala um fólk býr í húsum sem eru byggt úr moldi, ennþá. Það sem engin rafmagn og ekkert vatn. Og þetta ekkert 1 eller 2, þetta einhver prósent. Þetta finnur þú hvergi á Íslandi.
og þarna erum við að tala að mikið fólki að svelta bókstaflega, að deyja hungri. Á Íslandi deyr fólk ekki hungri. Nei, fólk deyr ekki hungri. Já, þú veist, og þannig, þú veist, ef ég á að bera þetta saman, þú veist, þarna erum við að ræða, þú veist, mjög ólík samfélög. Og jú, við getum bætt ýmislegt á Íslandi. Þú veist, sjálfsagt bara gera betur. Mitt motto alltaf að vera betri manneskja í dag heldur í gær. En við getum alltaf gert betur líka í stjórnsýslunni og allt þetta. En lífsskilyrði hér eru miklu betri. Ég þarf aldrei að óttast að það sé ekki sýnt umhyggja og börnunum mínum í grunnskóla, alveg saman hvað uppruna þau eru eða hvaðan þau koma. Ég veit, kennari mun reyna allt sitt besta til að veita þá þjónustu sem þarf. Ég veit það að í mínu heimalandi ekki þannig. Nei, og kannski skiptir þessi þáttur í starfi kennaran sem þú ert að tala kannski skiptir hann þegar allt kemur saman, jafnvel meira máli heldur en það hvernig okkur gengur í starffræði í PISA-prófunum. Já, og þú veist, allt þetta... Þóttu viljum auðvitað hafa hvort tvekja. Já, þú veist, en ég get líka, þú veist, ég get svarað, þú veist, hvað eðlilegt við það að kennarar, þú veist, eins og þú veist, ég veit alveg í mörgum tilvíkum úti, bæði viðhorfi til þú veist, það ennþá viðhorf til dæmis til barnanna sem eiga í erfiðleikum með að læra, það hort niður á þau, bæði á kerfinu og svo öðrum einstaklingum, þar að segja foreldrum og börnunum. Er það í Ísland núna? Nei, ég að tala um Bosníu. Já, tala um Bosníu. Þú veist, hér, það enginn að pæla, það fer enginn að spyrja börnin mín og hefa aldrei spurt, náður prófinu? Þetta það sem fyrsta sem krakkarnir spyrja í grunnskólanum úti og svo foreldrarnir og svona koll á kolli. Þannig ef þú nær ekki prófunum þá þarftu að endurtaka bekkin, að heilan bekk. Skilurðu? Ég meina, hvað heldur þú sé gera gott fyrir börn að endurtaka alltaf allt? Nei, ég veit ekki. Það alls konar svona og ýmislegt annað, þú veist, það sem ég get talið upp sem ég tel fyrir utan alltaf fjárhagslega öryggi, þú veist, og hvað allt miklu betra og heilbrigðara hér heldur úti og En samt fær maður heimþrá af því að það eitthvað í menningu mann sem eins og þú nefndir áðan, það lyktin, það maturinn, það eldamennskan, það minningarnar. Akkurat, sem svona kalla á mann. Það hljómurinn í kirkjuklukkunni. Já, þetta bara þessi huglægt, þú veist, þegar þú fer að hugsa og þegar þið líður svona, þegar þú ert svona, hvað maður segir, viðkvæmur, þú veist, þá kemur þetta að þú heldur að hlutirnir geta gengið kannski betur þarna, en svo bara vaknar til raunveruleikas og þú veist, og þú skoðar þetta skynsemi og svona, þá veistu að þetta ekki svarið, en það breytir því ekki að þessi tilfinning að hellast yfir manni og sumum finnst óþægilegt að ræða þetta, sumum finnst óþægilegt að skrifa þetta Þeir þurfa hvorki að lesa statusina þín og ný horfa á það, ný hlusta á okkur hér. En þetta bara eitthvað sem við öll höfum bara inn í okkur og mér finnst bara svo mikilvægt að ræða bara alls konar og henda fram alls konar svona hugleiðingum og það ekkert rétt og rangt í þessu. Þetta bara tilfinningar sem við upplifum. Og mér finnst það mjög valdeflandi bæði fyrir þig sem innflytjanda og fyrir mig sem fæddist hérna að þú skulir taka þér pláss til að skrifa pistil á íslensku þínar tilfinningar og þínar upplifanir. Mér finnst það valdeflandi. Takk fyrir. Fyrir báða hópana. Ég sammála. Það ekki? Jú, ég sammála. Það kannski pointið með þessu að hluta til. Ég fengið ég fæ þetta mjög oft, þeir sem lesa pistlana mína og eru bara Þú segir, hér ég.
Akkurat, og ég lærði þetta mjög fljótt á Íslandi að taka mig pláss og ég svona extrovert og hef gaman að spjalla við fólk og svona og óhrædd þökk sé minni sjálfsmyndinni sem kemur frá Bosníu óhrædd við að tjá mínar skoðanir og tjá mig alls konar mál. En ertu ekki líka stundum hrædd en þú gerir það samt? Nei, ég aldrei hrædd. Ertu aldrei hrædd? Ég aldrei hrædd. Mér stundum sett mörk út á starfinu sem ég kannski starfa við og eitthvað svona. Ég get ekki hrædd sumt. En mér finnst það ekkert sem á ekki heima í umræðinni vegna þess ef ég ekki hlusta hvað þú ert að segja, ef ég heyri ekki, ef ég les ekki, þá veit ég það ekki. Þannig ef við erum ekki ræða allt þetta eins og við erum ekki, þú veist, ef við værum ekki ræða þetta hér og nú, þá veit fólki ekki að það sé til tilfinning sem heitir heimþrá, þú veist, að því það hefur aldrei pælt í því og hafa alltaf kannski búið á Íslandi. Þess vegna svo mikilvægt og það eins og ég oft sagt, það ekkert til neitt og rangt í þessu heimi eða umræðunni eða það sem við getum ekki rætt vegna þess þannig fræðumst við, þannig vikum við sjóndeildarhringinn, viðsýni okkar kemur út frá samræðum með því að hlusta og svona, en það þarf að vera virkhlustun. Það þýðir ekkert bara hlusta og gleyma þessu eða veita ekki athygli. Þú þarft að hlusta og skilja. Ég þarf ekkert vera sammála til dæmis fólki sem á móti innflytjendum og ég hef lent í þessum samræði ansi oft. En ég ákvað að breyta fyrir mörgum árum síðan að í staðinn fyrir að hrópa upp og segja að þau sé bara fávitar og veit ekki neitt, frekar að fara að skilja og taka af hverju, og ég spyr, ef þú veist ekki, þá áttu að spyrja. Af hverju? Hvaðan kemur þú? Þú veist, hvað eru þín, þú veist, bakgrunnur, þú veist, uppeldi eða eitthvað? Af því það yfirleitt felast svörin í því, þá get ég tekið tillit til þín. Vegna þess, ég skil betur hvaðan þína skoðanir koma, en ég þarf ekki að vera sammálaðið. Þú veist, og það sem skorti mjög oft finnst mér í samtölum í dag almennt, þá ég ekki að tala bara Íslandi heldur bara almennt út á alla heim en ég fann eitt, ég var svo lengi fyrsta skipti fyrra sumar talandi svona heimþrá, þá fór ég 8 vikur í svona bútum, fyrst 3 og svo 4 og svo 1 og út í Bosníu yfir sumarið og og þegar ég kom tilbaka þá fattaði ég eitt einmitt það sem ég að tala sem ég stundum sakna á Íslandi, það þessi heimþrá. Fólk ekki með þessu upprópani, þú ert fáviti af því þú ert ekki sammála mér. Hér á Íslandi meira svona, ef þú ert ekki sammála mér, þá ertu fáviti. Þú veist, við erum að tala vókfólkið, það þú veist, svona ofnotu orð, en þú veist, það rosalega mikið einhvern veginn reyna samfarið að vera í sömu skoðunar. Ég fann svo sterkt, ég kom tilbaka hvað fólk úti frjálst við einmitt þessa hyggju. Þú veist, að þau þurfa ekkert vera sammála, þau geta gargað og vera ósammála, en samt drukki kaffi saman, samt vera vinir, samt gert eitthvað saman. Hér helst vinaslit, það fjölskylduslit, út af einhverju stjórnmálaskoðun. Þú kýst Sjálfstæðisflokki, þú kýst Framsókn, þú ert í, ég veit ekki, Sósíalistaflokknum og eitthvað, þú veist, og það allir einhvern veginn, þjóðin fer í tvennt. Allt brjálað út á engu oft. Já, oft, já, einmitt, þú veist, en svo koma alvarleg mál, þú veist, það sem við eigum að fordæma, það sem eru gildi sem Ísland vill ekki standa fyrir. Já. Nei, þá kemur einmitt, nei, þá ætlum við ekki að ræða þetta, það svo viðkvæmt eða, já, ég þori ekki að tjá mig þetta, við erum samt, þú veist, ég tjá mig eitthvað hluti, það ekki þar með sagt að ég hata þig eða ég þarf að berja þig eða hvað sem en stundum einmitt tekið svona sterkt til sín en það alls ekki meiningin bak við þetta. Það svo fyndið þú skulir akkurat nefna þetta vegna þess að fyrr í dag tók ég annað viðtal við Þorvald Logason sem skrifaði bók spillingu og þar voru einmitt að tala þessi einskisverðu menningarstríð sem Íslendingar eru sérfræðingar í að heyja
og skiptir engu máli hver vinnur það stríð vegna þess að stríði sjálft skiptir engu máli á sama tíma og allt þetta mikilvæga sem við þyrftum að vera að huga að það bara í höndum örfára kalla sem að spila á sína eigin þjóð eins og fábjánar. Sammála og þetta fann ég mikið frelsi í því þegar ég kom tilbaka þegar ég var svo lengi í burtu einhvern veginn eftir sumarið að hvað þetta óbáslega áberandi á Íslandi sem ég tók svona og að nelt, þetta það. Þú veist, ég fann alltaf fyrir þessu en svo ég hugsaði með mér, kannski þetta bara alls þar svona, en svo fann ég svo sterkt fyrir þessu, þetta eitthvað sem bara ég veit ekki hvort maður kalla þetta sér íslenskt, ég verð ekkert viss það örugglega fleiri þjóðir sem kannski fara þetta örugglega eitthvað svona træbskilur við erum náttúrulega bara nokkra fjölskyldur það ekkert langt síðan hér voru 2 fjölskyldur sem réðu öll á Íslandi, bara 2 ættir sem réðu öll á Íslandi og við erum öll meira og minna skild hver undan öðrum og þú veist, þetta stór furðulegt samsafn af fólki Íslendingar og með því ég ekki að segja að þetta sé vont samsafn af fólki, alls ekki en bara frábært samsafn af fólki en mjög sérstakt samsafn af fólki og við erum með alls konar sérviskur og dularfull á ansi mörgum sviðum meðan við mjög margar aðra þjóðir. Og það getur verið mjög flókið að lesa í það og fyrir mig, þú veist, var mjög flókið að lesa í þessi óskrifu mál. Þú veist, þannig þú veist, þú þarft að vanda þig, þú veist, ég var mann einu bara, þú veist, dæmi þegar mér var sagt, annað kvöld, við sjáumst bara annað kvöld og ég fór heim og hugsa með annað kvöld. Hvað þýðir það? Þýðir það að morgun? Annað kvöld eða einhver annað kvöld í vikunni eða annað kvöld og ég var alveg bara guð minn góður að ég þurfti að spyrja þú veist, til að vera viss að verða ekkert misskilningur vegna þess og bara það, þú veist það sama með þegar þú segir ekki orðin en Íslendingar, eins og ég segi augráðið, hvernig þú talar þau skilja hvort annað að menn ég stundum labba á fundum í vinnunni og þurfti að spyrja samstarfsmennina hvað myndi hann með þessu? Sagði hann já eða nei? Þýðir þetta já eða nei? Þú veist, að því ég ekkert stundum, þú veist. Skilaboðin sem við sendum hvort öðru innfæddir Íslendingar eru minnst í hinnu talaða orði. Já, en ég úti í Bosníu einfaldlega bara sagt, nei, þú ert ekkert fá launahækkun núna og máli bara dautt, alveg sama hvað þú tala og fær alltaf nei, en hér alveg bara, skoðum þetta sjáum til, tölum saman eftir mánuð, tölum aftur eftir 3 mánuði, þú veist, þegar við erum farið við, þú fær aldrei svar, já, við gerum þetta svona, nei, við gerum þetta ekki svona. Þú veist, ég elska svörin já og nei og ég hef verið stundum hrósu fyrir það, einmitt, að það mjög skýrt, þú veist alltaf hvar þú hefur mig vegna þess að ég bara svona. Og þetta til dæmis reynist mér mjög oft, mjög erfitt, þrátt fyrir 30 ár, þrátt fyrir ég reperandi íslensku, ég skil hana 150%, ég hef gengið í skóla hér, þú veist, ég hef gert svo margt, samt þessi smávægi hlutir, þú veist, þegar þú ert svona orkulítil, þú veist, þá þetta bara, ég nenni þessu ekki eina ferðin, skilur, þá kemur þetta, þannig maður vill hafa svona smúð, já, nei, bara áfram, þú veist, og svo líka eitt, þú veist, það sem ég finnst þægilegt í mínu svona heima umhverju og myndi vilja yfirfæra þetta í Íslendinga það, þú veist, þegar þú ert í vinnu og yfir mér að tala hitt og þetta á Íslandi, ég segi það, ég vil aldrei sitja 20 manna fund það bara 5 menn og þú veist, það bara helst bara hámark vegna þess, það hafa allir skoðun og þurfa allir tjá síðan skoðun og þetta verður svo óskilvirt og þetta fer út í marga fundir út í Bosníu þetta mjög skilvirt nei, við gerum þetta ekki svona það bara lagt upp, hérna verkfærir og ég ætlast til þess að því allir fylgi þessu þarna ertu með skýr markmið, skýra sýn allt mjög þannig það fer engin út með því að hugsa, hvað mynda með þessu þannig þú veist, að vera í svona skýru umhverfi þar sem hvað ætlast af þér
Ég elska þetta. Já. Þetta hefði ég vilja yfirfæra oft í Íslands, sérstaklega vinnuumhverfi. Framlegð og vinnustund minni hér heldur en í mörgum samanburðurlöndum. Já, út ég af veit. skorti á skipulagi og skorti að aga og við erum að eyða tímanum með röngum hætti í vinnunni. Og... Sko, marga, þú veist, það sem ég veit ekki hvað marga fundi hef ég setið sama atriði. Já. Þú veist, og ég segi bara, ég set mörk bara, þú veist, að því ég kann það. Já. Þú veist, og ég set mörk og ég er náttúrulega í vinnu í dag og ég meina, þú veist, ef ég ræða 3-4 fundi sama atriði, þú veist, þá ég kem bara mjög fljótt, sko, eftir fundi með 3, þá er ég bara, ok, nei, nú þurfum við að setja mörk línu og ég ræði þetta ekki meira og ég vísa bara í. Þú veist, við erum búin að ræða þetta, þú veist, ég ætla ekki að taka þessu umræði aftur. En þetta skortir, þú veist, ég veit ekki í þessi 30 ár hvað ég seti marga fundi sem eru mjög óskilvirkir. Ég trúi því vel. En þú ert bardagamanneskja og þú vilt sko berjast fyrir bara betri veröld og þú ert óhrædd, eins og þú segir, við að láta þér heyra, þú ert aldrei hrædd. Aldrei. Þess við búum í öruggu landi. Einmitt, og það er mikill fengur í því að heyra þig tala og heyra hvað þú hefur að hugsa. Og ég hélt kannski upp af því að við erum meira svona í einhverjum mýkri tilfinningum en við höfum verið, en þetta er búið að vera fyrir mig mjög lærdómsríkt spjall að heyra sko með samanburði þá fær maður alltaf einhverja svona nýjar hugmyndir sína eigin stöðu og landsin sem maður býr í og heiminn og allt það og sko, ef það er eitthvað sem ég hef lært á okkar spjalli núna þá er það að við þurfum að vera duglegri að hittast, ekki endilega ég og þú, heldur fólk sem kemur úr ólíkum áttum og spjalla saman og sameiginlega leiðum við okkur að bestu niðurstöðu með ólíkan menningar bakgrunn sem vopn. Ég er algjörlega sammála því og tek undir það og takk fyrir að bjóða mér og nenn alltaf að spjalla við mig um ýmislegt því mér dettur ýmislegt í hug. Ég er rosalega hundarík og eins og þú segir. Er þetta ekki bara þriðaskipti sem að kemur til mér? Já, allavega, mér finnst eins og ég sagði áðan við ykkur, mér finnst ég fast og gestu mér kemur reglulega og ég er mjög þakklátt fyrir það vegna þess að það er ekki. Og ef einhver er svona, hvað maður segir, lyfta svona mest, hvað maður segir, innflytjendur fólk að erlendum uppruna og svona ólíkum skoðunum og þá eru það þið í samstöðinni, sko. Ég hlusta og og Takk fyrir að auka okkar heim. Já, takk fyrir að vera bara svona frábær og ég er ekkert alltaf sammála öllu en mér finnst, ég held að líka þessi mín góði eiginleiki er einmitt að hlusta og heyra og og svona taka tillit að þetta sé ekkert einstefna, heldur stefni báða átti þar sem við gefum og þykjum og skiptumst á. Þannig lærum við að hvort öðru og ég veit það bara fyrir vist. Þeir sem umgangast mig almennt, þau eru bara mjög fegin að fá þetta tækifæri til einmitt að svona, hvað maður segir, læra ólíka menningaheima og vera menninganæmari og þetta vil ég fyrir Íslendinga, þau vera menninganæmari. Mjög gott, ég held áfram að æfa mig. Hvað maður beigir þetta, menninganæmari? Já, þú segir næmari held ég. Ég stundum hljómar þetta svona... Næmari, næmastur. Já, ok, það er alveg rétt, en stundum hljómar þetta svona skringilega. Já, það getur gert það. Já. Heyrðu, en kæra þakkir, Jasmína. Takk sem leir. Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir að eiga stundir að baki með okkur í kvöld hér við Rauða borðið. Við eins og stundum áður minnum á að ef þú ert hrifinn af efni samstöðvarinnar og langar að auka líkurnar á að við höldum áfram að búa til efni fyrir þig og þína, þá getur haft töluvert það að segja hvort draumur þinn verður að veruleika eða ekki. Ef þú ert aflögufær sem nemur 2.750 krónum aðeins á mánuði, þá yrðu við þakklátt ef þú myndir fara inn á vefslóð okkar samstöðin.is, myndir skrolla þar niður, finna hnapp sem stendur áskrift og gætir orðið einn af eigendum samstöðurinnar með því að við gerast félagi í alþýðufélaginu sem á samstöðina. Þá má einnig segja að það sé fæddur hjá þér örlítill réttur til þess að hafa skoðun á ritstjórnarstefnu samstöðurinnar. Þannig að
Þú getur líka valdelt sjálfa þig með því að gerast áskrifandi að samstöðinni eða styrktaraðili samstöðarinnar. En við erum mjög þakklátt fyrir þær góðu viðtökur sem okkar efni fær og ef þú getur hugsað þér að dreifa því, miðla því á Facebook, samfélagsmiðlum eða hvernig það eða bara tala okkur við annað fólk. Við erum að reyna að svona stækka dreifinett okkar, þá erum við mjög þakklátt. En þættinum lokið á þessu kyrra og fallega mánudagskvöldi. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.